mínútna hlé þegar Steinunn Lilja Guðnadóttir hefur lokið sinni sýningu og Kristín Karlsdóttir þá fyrst eftir hléð. En einkunnir fyrir Kristján og Úlf. Það er 5,1, 5,2, 4,5, 5,3 og 5,3. Takk fyrir það. Það gerir 5,20. Þá er mætturinn á gólfið Ísak Ævar Steinsson og Hulda frá Hjallanesið, 11 vetra rauð, undan Ómi frá Kvistum og Atley frá Reykjavík. Ísak keppir fyrir Holtsmúla, vertu velkominn, þú gefur okkur greinlegt merki þegar þú hefur þína sýningu og gjörðu svo vel. Já, það var komin til okkar hann Ísak og hann ætla að sýna okkur ópinsniðganga tölti, taumur gefin á brokki, hraðabreytingu á brokki og krossganga á féti. Byrjar hérna opnum sniðgang sem að gengur nú bara freka vel. Sniðið var gott en það kannski mátti vera örlítið meiri sveigja í bolnum. Þetta var hans að lesa hann heim í staði. Það var eiginlega eins hérna, það vantar svona bara örlítið meiri sveigju í bólinn á honum. Anna, kemur svona inn á milli. Já, svona ekki alveg aldrei vegum. Það er allavega svona góður taktur og hrissan með kveld og hérna gengur í fínu jafnvægi. Já, og hefur góð áhrif á hana. Já. Og það er nú markmiðið með öllum þessum æfingum. Já. Að þeir hafi góð áhrif á hrossið eftir æfinguna. Já, það sé allavega ekki lakara. Nei, nákvæmlega. En maður söllu mjúk hérna skemmtilega hægutölti áðan og hérna stökki núna. Það mætti hún kannski vera örlítið svona framherri á stökkinu með hvernig hún var á töltinu. Akkúrat. Svona skriflengt og hún er allavega kveld. Já. Hún má eiga það. En þetta hann sem er í framhæðu upp að framann. Hún er svona mjúk einhver síður. Sko nú sýndi hann brokk. Ég ætla að velta fyrir mig hvað þetta hafi verið með hraðabreytinguna sem ætla að sýna sem æfingu. En allavega var smá hraðaaukning í þessu. Já. Og gott jafnvægi gegnum beygjunar þarna. Það finnst mér jákvætt. Kannski örlítið skarpar upp á þessi seinni. Já. Var það. En kom svona aðeins smá samsláttur. Það er svona oft vottur að sé smá jafnvægisvandamál eða svona líkamsbyrting ekki alveg frábær en hrissan var flott á brokkinu. Hún var skarpari og gekk vel útfærslan. Já. Hérna er krossgangur afsaki. Það er fínt flæði í þessu og hrissan er nokkuð bein, sko. Afturpartin kannski örlítið á eftir, en hún er bara stilt í hnakka, ekki sveið í hálsi. Já. Þannig að það er mjög jákvæðir punktar í þessu, sem veldi fyrir mér hvort hún mætti fara eins og hér, gera hún reyndar örlítið hægari mitt. Betri upp á þessa. Já, en bara góð æfing finnst mér, sko. Já. Krossa vel til hlýðara með knapinn hefur stjórn á hérna bolnum og skrokknum á henni og sveigjunni og svoleiðis. Og bara léttar ábendingar svona í gegnum þetta og gekk vel. Já. Smurt. Já, og upp á því inn í brokk og inn í taumur gefin. Það er alveg góð útfærsla. Og hún gerir þessa æfingu vel. Já. Finnst bara besta sem við séum hingað til í kvöld. Sjáum að hún lækki sig. Hún heldur jöfnu skrifi, jöfnu hraða. Er ekki framþung, sem sagt hún heldur jafnvæginu. Já. Og gangtegundinni verður áfram góð og skrefin lengjast aðeins og mér fannst þetta bara býsna vel útfært til honum. Já. Og svo úr þessari æfingu beint inn í tölt er nú mjög krefjandi. Já. Því að með, hesturinn aðeins lengri og töltsöf krefst bara smá virkni að söfnunar. Svona heilt yfir gengur bara frekar svona ákveðin mýkt í þessu prógrami hingað til. Knappinn svona ríður af yfirvegun. Þetta
þetta var kannski örlítið seitt svona með gangskiptinguna, þá fær hún ekki eins góðu jafnvægi hún getur inn í brokk, en svo kemur bara býsna fínt brokk hérna. Já. Svo sýnir hann aftur hérna. Já, þetta er svolítið gaman, Það sko. er mínúta. Svona ríðan í hans meiri kraft og að sína aftur hann hefur samt, getur hafa áhrif á slökun. Já. Og æfingin aftur mjög flott, sko. Bara það er létt en það er taumsamband. Góð skriflengd lengir sér vel. Til að gera kannski hana ennþá meira krefjandi svona, þá gæti hann reynd að gera þetta á beinuspori til dæmis. Það hjálpar hans að vera á hring. Og jafnvel, nú er ég að tala örlítið smáatriði, en svona kannski við hæstu hæðir, að jafnvel taka hana aftur upp í brokk eftir æfinguna. Sem sagt, hún ekki fer inn í góðu jafnvæginn á fétu, enda æfinguna vel, en það var náttúrulega ennþá meira krefjandi að kannski ríða hana aftur upp í gott brokk. Og svona í góðu jafnvægi og góðu líkamsbeitingu. En nú er ég að tala æfing sem tókst virkilega vel og maður gæti bara með krydda þetta eitthvað meira og svona geta ennþá krefjandi. Já. Og tími. En mér fannst það besta taumagefin sem ég sé í kvöld að mann hinga til. Já, bara svona skemmtilegt samspil í þessu prógrami hjá honum. Já. Og við ætlum að fá einkunnir. Fimm komma 4, 6,0, 5,6, 6,0 og 6,0.